Það er mjög mikilvægt að kunna prósentureikning vel. Hérna erum við með ból sem kostar 5.000, hann hækkar 10%. Við getum tekið 5.000 deilt með 100 sinnum 10 og bætt því ofan á. Þetta eru tvær aðgerðir í raun, þetta er öruggaleiðin, en það er hægt að gera þetta öðruvísi því að ef við erum að hækka eitthvað 10%, þetta var 100% og ég bæti við 10%. Þá er ég komin í 110%. Og hvað er tugabrotið af 110? Jú, þá deili ég með 100 og það er 1,10 eða 1,1. Þannig að ef ég ætla að hækka 10 þá hugsa ég mér allt í lagi 10 ofan á 100 er 110, breyti tugabrotinu og að breyta 110 er bara að færa komunum 2 sæti, þá fá ég 1,1 og svo slægi inn í vasareikni 1,1 sinnum 5.000, það eru 5.500 krónur. Enda er 1/10 af 5.500, þannig að þetta hljómar alveg eins og þetta sé rétt og þetta er rétt. Sama þegar við lækkum, nema þá bæti ég ekki við, heldur ég dreg frá. Það er 80% eru 0,8 í tugabroti, sinnum verðið 15.000, það eru 12.000 krónur. Hugsa, byrja með 100%, taka 20% af. Ég get líka hugsað, byrja með 1 og taka 0,2 af, skilar mér á sama stað. Þetta köllum við breyti þátt því að hér er þetta orðið ein aðgerð en ekki 2. Þannig að þegar við erum orðin flink í þessu, þá er þetta fljótlegri aðferð. En ef við því erfitt með áttökur á hvernig það virkar, þá má nota hina aðferðina, þar að segja finna prósentöluna og leggja hana við eða draga hana frá eftir því hvort er hækkun eða lækkun. En það er mikilvægt að sjá, erum við að tala um hækkun eða erum við að tala um lækkun.